Við hefjum ferð okkar eftir brúnaleiðinni á táknrænan hátt með því að fara fyrst yfir Reykjanesbrautina héðan úr Kúagerði með stefnu eftir fornri leið eða götu eftir endilangri strandarheiðinni í átt að Fagradalsfjalli og Grindavík. Við ætlum að skoða Flekkuvíkursel á leið okkar ásamt vörðum, vörðubrotum og öðru því sem kann að leynast í heiðinni og verða á vegi okkar. En það er einmitt tilgangur ferðar okkar að kanna hvort það finnist ummerki þessa gömlu og týndu leið milli Grindavíkur og Kúagerðis. Flekkuvíkursel var eitt seinasta sel sem var notað. En alla heiðina eru rústir af gömlum seljum en selin eru flest kennd við þá bæi sem selin voru frá. Og þetta hérna, Flekkuvíkursel, var frá Flekkuvíkurbæjun sem við hefum niður við sjóinn sem sel var það lagt niður árið 1870. Og svona gæti selið hafa litið út. Sel voru alltaf staðsett þar sem var von á vatni og voru góða grasflatir. En í íslensku þjóðsagnasöfnum er töluvert af sögum sel og huldufólk og seljumatsseljur og þar var huldumaður sem kom og barnaði seljumatsseljuna og þau eignust barn saman en sorg var yfir að þau máttu aldrei hittast og ef þau hittust oftar en ekki dóuðu í örmum hvors annars. Þetta hreiður hefur ekki klakist út? Nei. Þetta var ekki tekað við, þetta var bara á staðnum. Það var svona spælegg. Hvað ætli þetta sé? Getur ekki spúi? Hér erum við hjá Opi á Grindavíkurgjá. Af hverju hún heiti Grindavíkurgjá er ekki vitað. Mögulegt er að það sé vegna þess að Grindvíkingar hafi lagt leið sína þessar slóðir þegar leiðinni brúnir var fyllt. En í heiðinni er fjöldin allur á sprungum sem margar hver eru hyldjúpar, jafnvel 10 metrar að dýpt. Sumar geyma sögu horfinna manna sem fundust ekki fyrir löngu síðar eða fundust alls ekki. Já, þetta geta alveg 10 metrar. Þú vantar svona band til að mæla. Já. Hérna er vörðubrot. Vísar líklega þarna vörðinu sem vorum áðan og svo áfram að þessa þarna sem við sjá næst. Hérna í nágrenninu er örnefni sem heitir Breiðagerðisslakki. En á þeim slóðum brotlenti þýsk flugvél í seinni heimsstyrjöldinni eftir hún var skotin niður. Einn maður lifði af. Hér frá ofan í heiðinu eru örnefni brúnir og það eru svona efstu hjallar heiðarinnar og við fylgjum þeim og hérna sést að við stöndum einmitt á stað sem að sýnir þetta vel. Það er þessi kantur eða hæð sem eru framan okkur þannig að við sjáum bara rétt toppinn á Keilir. Núna erum við staddir í nágrenninu við Hemphól. Mögulegur álfhóll, líklegur, en hann er áberandi alla leið frá þau leggjum upp frá Kúagerði. Hann er líka áberandi þegar komið er frá Dalsseli eða sé farið í hina áttina. En heimild frá Grindavík segir hólinn heita Stóruvörðu. Sagt er að prestar Kárahnjúkasóknar og staðasóknar í Grindavík hafa átt sameiginlega hempu sem þeir notuðu til skiptis. Og henni hefur verið komið fyrir við hólinn og hún hefur verið sótt þangað fyrir messu á hvoru stað fyrir sig og þess vegna sem nafni Hemphóll tilkomið. Og ekki núna þetta hérna eftir á. Já, þetta er bákeir. Það er bara alveg hérna. Ferðafélagarnir að velta fyrir sig GPS úránum sínum. Á hverju þau fá ekki þær upplýsingar sem þau vilja. Já, ég er alveg bara, mér er of heitt sko. Ég er ekki þreyttur, nú er bara heitt. Það er bara loftið og sólin. Já, þetta er alveg merkilegt. Það er ekki eins og sé fyrir nátt.
Já. Já, vel gert. Það er flott maður. Jú, heldur betur. Hér er þessi Fagradalur sem Fagradalsfjall er nefnt eftir. Frekarhjóstrugur. Endan á hólum þarna. Fyrir þennan þetta. Já, og þá förum við að Þá fyrir við hérna inn á. Já, hárrétt átt, sko. Já, þá er görnir væntanlega þar eitthvað stað. Já, görn er aðeins lengra. Já. Þann 4. maí 1943 kom B-24 Liberator flugvél sem bar nafnið Hot Stuff. Hún nálgaðist flugvélinn á Kaldaðanesi sem er rétt við Selfoss. Flugvélinni var flogið lágt yfir flugbrautinni en flugmaðurinn gerði ekki tilraun til þess að lenda. Þess í stað hélt hann áfram til vesturs með suðurströndinni í um 60 feta hæð, sem er 20 metrar, við Reykjanes niðri vélinn til norðurs. Hugsið ykkur drunundar sem hafa verið þetta bara nokkra metra fyrir ofan okkur. Já. Það Já, brak og drast þjótandi í allar áttir. Já. Já, bara þegar fyrst hún flýgur hérna yfir, hún flýgur inn þetta skarð Já. hérna og bara rétt, í rauninu rétt sleppur hérna inn og flýgur svo í fjallið þar fyrir ofan. Alveg rétt. Já, hún kemur hérna á gegnum skarðið. Já. Ef þeir hafa einhvern veginn séð fjallið held ég að hafi verið skelfilegt augnablik. Flugmaður reyndi að fljúga undir skýjum, þá rakst hún á 350 metra háa hæðina hérna við kastið, 45 metra frá toppnum. Björgunarmenn komu að flakinu daginn eftir, rúmum sólarhring síðar. Borð í þessari flugvél var hershöfðingi Frank Andrews. Hann fórst þarna ásamt 13 öðrum félögum sínum. Einn maður, skytta í afturturni flugvélarinnar, komst lífs af. Hann satt fastur í flakinu í 26 klukkutíma. Og við erum búin að leggja að baki rúma 20 km. Vel gert. Við skoðaði eitt sel, farið fram hjá nokkrum sprungum, sumum djúpum og þrátt fyrir að sé ekki mikil hækkun á leiðinni þá er útsýni sérlega gott í svona góðu veðri eins og núna og þá sérstaklega yfir Faxaflóann og byggði þar í kring.